Halló. Þetta lagið sem ég og Víkingur vorum að syngja á Akureyri til að Hvað segir það? Heyrist ekki þetta sér svo hátt. Þetta lagið sem ég og Víkingur vorum að syngja á Akureyri. En ástæðan fyrir ég að spila er að því að Inter var að vinna Serie A. Nei, og var Víkingur á leiknum með það? Nei, hann er búin að vera út á Spáni. Planið var sko að við ætlum mögulega að kíkja saman vinnir 18. Maí og þá átti að vera leikurinn sem að þeir hefði getið unnið en þeir voru fyrir til. Geðveikt Þannig að ég sé til hamingju við til hamingju Milano til hamingju bara bara allir nema einhverju hatrar einhverjir sem að fíla ekki inn til Milan hugsa sér og fíla ekki að fólk sé að syngja það er bara þannig Sindasilir já, gaman að sjá þig smá seinir í þetta skipti og bara tókum ekki upp í síðustu viku það er búið að vera brjálæði að gera sendum ég einu svona afsökunarbyrni eða neitt nei, ég glimti fólk, sko, við heitum Sindasilir við megum nú alveg aðeins við slætum á vikum sko, núna svo lengi sem þetta gerist ekki oft sko. Nei, sko, núna er lofar, við byrjum bara á því að lofa það eru stætti aftur og við erum komin aftur bara að finna þetta ég verður nú að segja sko frá því við byrjum erum við bara múin að vera nokkuð stötti sko já, með að við, hvað sem maður hefði haldið tveir svona frekar tæpir tveir sem eiga erfitt með lífið já. En sko mér til varðar þá er ég búin að vinna mikið í nýjum stað sem kemur það var stutt stopp hjá Skál en það er alltaf lagi gaman að hjálpa þú fyrst smjörþefinn af veitingabransanum og ákvæmst bara að fara að kýla á þetta ég fór bara dýfstu bara gjössanlega að þetta er svo gaman ég er svo rifinn, ég lakast til þegar við getum sett frá já, við erum að tísa það er vonandi næstu viku þá verðum við bara þar og það verður breaking news it is a place húsnæði 10/10 húsnæði 10/10, Dan er opnast það já, svona í samfloti með nokkrum sleggjum já, ég eiginlega urla þessa spenning það er mögulega einn maður að koma til Reykjavíkur sem að við kemur stað og mögulega getum fengið hann í viðtal kannski tekið upp á mánudaginn já, við reynum að ná honum í smá spjall ég er mjög spenntið þannig ég er eiginlega mér líður eins og ég sé opnast það já, þú ert það af því að ég er með þér í þessu þú ert líka að fara að vera að þetta verið, já, ég gríp í bakkan ég get settið þetta þannig og ég get lofað ykkur því, það verður ekki náttúruvín það verður ekkert, meira súlfitt fullt af súlfitt minna ekki eitt einasta fjós í glasi hér það er svo fyndið, gamla fólki á Skál það hatar náttúruvín sko. já, ég skil það já, og seint að fara að bæta því inn í núna ég bauðinu sinni þegar ég var á Dillinu þá kom einn frænka mín, elsti hlustandi þáttarins já 83 ára gera það betur og hún var ekki hrifin af vínunni þannig voru við bara með náttúruvín hún var ekki hrifin, veistu hvert ég er að fara á laugardaginn? Já á Dill ok ég er í áfengislausu maí og það gengur svo illa verður vínpörun? já, sko ég er að fara með Freyju drottning Dillsins konunans Gunnarkalla við erum að fara saman, við ákveðum þetta á Akureyri hún er mjög skemmtileg hún er geggjuð þau bæði bara hjónin þetta er bara yin og yang þú veist að fara í eitthvað stuð, það verður erfitt að fara ekki í vínpörun við erum að fara að sitja að því að núna á Dillinu það er búið að breyta til Dillinu það er búið að setja hann að uppgreita smá þú byrja fyrst í einu herbergi og svo ferðið annað og svo er þetta að setja svona við counterinn, við barinn við þarna í eldhúsið þar ætlum við Freyja Rós og Sven að sitja frá 9 til miðnættis Trúnó á djúpu trúnói að fara vel yfir málin hlakka til að láta vita, ég er ekki búin að fara til lengi og ég er mjög spenntur ég eiginlega yða þú verður bara með mækin ferðamækin ekki þetta sinn þetta verður geggjað, ég hlakka til að fá að heyra líka bara svona frá matar pælingu Gunni Kalli ætlar eitthvað að vera alltaf smá elda og hann er mjög spenntur fyrir því að sitja sörglega niður með okkur og maður þarf að vera þarna þarf Sven að vera upp á 10 það þýr ekki að frúta tjama á föstudaginn
þú veist að því ekki drugl. Ég veit að það líka edru mæ, hana, svona cirka. Já, það verið að taka því að það verið að, já, það var kannski aðeins margar yfirlýsingar. En þetta bara fínt guideline. En ég er búin að vera mjög duglegur, en svo kannski best að segja duglegur mæ, frekar en edru mæ. Ég er búin að vera duglegur mæ og því við gátum í tekju upp á viður, á viður í dag. Framkvæmdir. Það er svo mikla framkvæmdir í gangi þar. Og þetta er að vera mjög flott. Það er að vera agalega fínt hjá þeim og verður bara stefnir í að vera bara eitt flottasti kokteilbar á landinu. Já, næst eftir. Og þarna við höfum ekki svona, ekkert drugg. Ég er að gríma. Svona erum við ekki. Nei, ég veit. Og þarna þetta er eitt besti kokteilstarinn. Já, en við fórum á svona vergang og þá endum við á því að labba inn á Ærismenn. Já, sko, fyrst fóru á vínstúkuna. Sem hæfa Óla og Steinar. Þar voru 2 fundir í gangi. Þetta var feðgafundur og einhver annar fundur. Svo einhvers konar bransanfundur. Þannig að við sögðum bara hæ og bæ. Já. Og beinustu leið á Æris. Fórum á Æris sem Rúna tók svona ótrúlega vel á móti okkur og hér situm við strákarnir í karaoke herberginu þar sem ég var á sveppatrippi forðum daga. Já, bara hérna, þú situr bara sama stað. Ég er nákvæmlega á hotninu þar sem ég var að munda mækin að syngja Falling in Love með Elvis Presley. Þetta er sko karaoke herbyggi, skástrík, láta ofsveppað fólk. Ef þú ætlar að fara á sveppatripp og ferða hans yfirum, þá mæli ég með Arinn eldinum á tíminu hér. Já, sko, þú ert frammi á Æris, svo leið og þú fer að slippa yfir ykkur og langt. Þetta kallar sig kjarnasík. Þetta er kjörnunarherberg. Þá ertu bara sendur inn í kjörnunarherbergi. Þetta er svo gamla þarna Þetta er kók, karaoke og kjörnun. Já, þetta er svo gamla, hvað er þetta? Dauðaherbergið. Já, dauðatjaldið í eigum eitthvað. Þetta er svolítið þannig. Þetta er kjörnun og kók. Nei, kjörnun og karaoke, a.k.a. kók. Þetta er nýtt sem það fer vel okkur hérna. Þetta er ógeðslega næs. Það er svona vídeo af Arinn eldri. En svo nýtlust að segja þá þarna í mínu edru mæ. Gerfi bókahillur. Já, sem er með einhver svona gerfi bókum. Svona hálfar bækur. Og að líma þær fastar hérna. En það sem ég er í edru mæ, þá er ég í íþróttagalla leiðin í rektin og svo upp Úlfarsvöll eftir. Hérna er ég í mínum íþróttagalla að sjálfsögðu með eitt læt. Já. Það því að ég get ekki undir neinum kringustæðum farið inn á Ærismenn og ekki fengið mér eitri. Ég held að það sé lyktin líka. Nei, þetta er meira bara það, ég hef aldrei labbað inn á Ærismenn og ekki fengið mér bjór og ég ætla ekki að brjóta þá keðju. Nei, sko, ég held að sé þessi keðja verður ekki rofin. Írskur bar, lyktin bara eitthvað fára því ég siti hérna með einhvern með síkuskerta kókumölk og kollab. Þetta er fyrir ræktina. Já, en þú spurði gerfugreindina og þetta er alltaf leið. Ég spurði líka gerfugreindina í nótt. Já. Ég var eitthvað svona, ég var ekki andvaka en það var einhver pyrringur, fótapyrringur. Já. Þú veist, nú erum við fertur og þá fyrir svona fótapyrringur að eiga sér stað. Og ég vissi að það voru 3 ísblóm í þarna frystinum. Þannig ég spurði chat og var eitthvað hæ, er nett andvaka væri nú úr vegi að fá sér eitt ísblóm fyrir svefnin. Það er lagi. Og þá fekk ég tilbaka bara eitthvað heldur betur. Jákvæð greindin. Já, jákvæð greindin þarna og að því að það er eitthvað örlítið sigur, ísblóm er svo lítið og nett og eitthvað. Já, 3. Ég fekk með 3. Ég meina hún sagði já. Og Stein rótaðist og svaf til hádegis. Já, ég líka. Þetta er svona, það er búið að vera brjála. Já, ég er í sumafríi og veistu það, ég er búin að vera eins og unlingur. Já, ég er búin að liggja og sofa. Þetta er líka minna. Þetta er líka minna að biðja hvíld. Já, og þú ert að veita. Og ég er að veita. Í duglegum mæ. Já, ég er að vera við þeirri biðinni. Já, það er fallegt. En hvað segir þetta mín? Hvað er að frétta? Hvað erum við búin að vera að gera? Fyrir við það að opna mögulega nýjan bar. Já, hver veit. Mögulega. Ekkert mögulega, er ekki að fara að gerast. Já. Þú veist, við erum ekki að segja frá. Nei, við erum að kýtla. It is a place. Við erum að kýtla, teaser, við erum að stríða. Já. Ég fór á Monkeys í fyrradag. Það var gjafabréf. Já. Kærastan leki hérna einhverju svona auglýsingu. Ok. Borgaði gjafabréfi. Já. Fuck it. Leikuna auglýsingu fyrir Monkeys. Já. Okay. Bara svona ljósmyndir sem fer bara í story, eitthvað svona ads, eitthvað bullshit. Anyways, hún var náttúrulega sjálfsögð. Þið voru 10 eða eitthvað. Hver var aðal? Fallega Melli. Fallega Melli. Auðvitað. Ég sagði þú ætti bara að rukka meira fyrir, veist, ég meina. Það er allavega. Við förum á Monkeys, það er hérna gjafabréf. Já. Förum á cocktailbarinn. Það er því miður engin
þetta rými bara skemmtilegt, þessi lest þarna og bara fínt. Lestin fín. Manstu hvað það var vinsælt fyrst? Þetta var vinsælt í viku. Eins og allt. Þetta var vinsælt í viku. Eins og allt sem nýtt. Já. En og þarna voru að koma hvítinskellingarnar í kampaðurslestina og það heyrðist tjú á milli vúa og sko hann breytist þar í kampaðinskellingar sko í smástund, alveg í lestinni sko. En þetta var mjög næs og ég ætla að gefa hann hrós fyrir kokteil eitthvað svona, hann Snorri okkar hjá 64 Distillery að gera dill ákvæmita, það var svona fallegu martini en sko, en að því sögðu, ég sammála, það ótrúlega fallegt samt já, þú veist, þetta mjög vel heppnað svona svæði interior og bara geggjaður svona dill martini sem ég fekk með og ég bara mjög hrifinn svo fyrir við út að borða gaman að fara drikk þarna undan og svo beint inn í stemming bara túristar, þannig að maður getur talað hátt og snjallt íslenskunna og alveg svoleiðis óviðjandi. Var Andrés Patrikur a.k.a. Patti í eldhúsinu? Nei, ekki þetta skipt, það var í frí en Fannar, klakkavinnslu Fannar var á svæðinu og hann orðin svona hann komið þanga? Já, sko, þetta náttúrulega sama keðja og kól og allt þetta sama fyrirtæki og leið og það þarf einhverja betrum bætingu þá var hann bara sendur út, doktorinn bara þannig að þú veist að þegar þú sér Fannar á vaktingustöðar þá er verið að laga þá er verið að betrum bæta nú er allt betra þá stressar staffið aðeins svona, núna getum við ekki komist upp með þetta lengur sko. Bara upp með rétt bakk babies og bara haldið áfram og bakkin er ekki dagblað aldrei undir arminn sem ég geri alltaf með skýta eftir að vera hjá Ölbu í mörg ár þá fæ ég alveg kikk út úr ég held á glösum eins mikið og ég get án bakka þegar ég mynda nýja staðin einhvern tímann hvernig sem það verður þá verð ég á bakkanum alveg, það verður mitt eina ekki dagblað en já, alltaf það fannir á vaktinni geggjaður frábær og við förum í einhverja nautalund og eitthvað og þú veist, ég hef nú sagt þetta á þau nautalundin þar er góð fullkomlega elduð upp á 10 fullkomlega elduð, það hefði myndur aðeins svona bragð meiri allt í kringum en að fá fullkomlega elda nautalund er bara ég held sjálfgæft að það er sem sem áður sko þegar Andreas Patrikur a.k.a. Patti þá er hún upp á 10 já, hún var upp á 10 meira þess að hann hefur verið búin að kenna einhverjum búin að kenna fólki og þú fórst líka að mæla meina þarna sem eitthvað svona foie gras hamburgeraslæters svona litlir foie gras þetta var, ég ætla að mæla með þessu það var svona lítill svona minniréttur bara ég ætla að mæla með dill martini og ég ætla að mæla með þessum slæter og ég ætla að skjóta inn í ég ætla að mæla með útisvæðinu ég er nefnilega hitti Raven Samson og ég hitti hann var í bænum núna í nokkru dag og ég hitti hann á útisvæðinu Bongo núna daginn eftir 1. maí hvað heitir þessi reitur aftur? Nei, hjartagarðurinn bara hjartagarðurinn hjartareiturinn hjarta eitthvað malbyggið hjartasteipan hvað er það eiginlega? Ég veit það ekki var ekki hægt að setja 1 pálmatur upp hann það er bara, ég vil ekki sjá grænt alveg, nei, það má ekki það verið sem getur að vera stefna Reykjavíkurborgar að það eigi ekki að vera 1 grænt blettur og þau ætla örgulega breyta þessi bílastæði bara helst sko. Það er svona ef að okkar fólk í miðflokknum kemst ef að Ari Edvald, okkar maður sem kom aldrei í viðtal eitt af mörgum brotnir lofurum okkar nei, hann beilaði, segjum það en sem sá sig ekki fært að koma í viðtal til okkar þorði ekki hann ættir að breyta sér í bílastæðinlega en ég ætla samt að segja það að sitja það núti og það var svona smá sól, þetta var 1. maí þú veist til hamingju sólveða bæði við með þann dag en þá var þarna sátum við þarna úti og ég ef það hefði verið 5 gráðum heitari og aðeins meiri sól að skína á mig þá hefði ég fengið mér einhver svona ceviche frá Monkeys kallt ceviche einhver svona ceviche og freyðivin og látið Gunna einn af eigundu staðarins degra við mig og sjára þetta, hann sá að því ég fór út fyrir kvöldin og sem að gaf hann, ég ætla að segja frá eftir sem átti að vera svona síðasta kvöldi fyrir 1. maí en þarna svo var það bara fyrsti? Svo var það, svo bara úr var fyrsti og einhvað frídagur allt í góðu með það og helgi frídagur, helgi og en þarna en ég sem sagt fór ég var sem að timbraður
Gunnar Rafn eigandi staðarins sem að hefur séð Svenna sinn í öngum í gegnum árin hann hefur kennt mér margt í þjónustu hann hefur kennt mér rosalega margt hann er öflugur veitingamaður hann er svona einn af mínum mentors og hann var aðeins með mentor, hann í svona ár hann var lengi hjá mér og alveg hefur hrist höfuðið yfir mér og öðrum margóft hann kann að skamma nei, hann kann að vera vonusvíkin já, sem er eiginlega versta skömmunin sko. En hann sá að Svenni sinn var í einhvern smáða þú veist, hann var bólkin hann var þrútin þannig að hann kom með í jager handa mér klappaði mér öxlina fáður þetta jager beint í magan þetta lagaði líka en við sátum hann úti, ég get alveg malt með þessu útisvæð þú er líka smekkleysa líka þetta þannig að þetta er rísa það er alveg stemning svona sérstakka típur að lappa Canopy, sko, það eru svona 1000 staðir með stóla og bara fullt af plássi það vantar bara 1 pálmatré þú veist, ég segi bara seti Hildur Björnsdóttir oddvitinn minn það XD sett upp pálmatrí og sem er örgulega að kosta svona 3 milljónir 1 pálmatrí og bara setjum þá 4 ég köpur svo 2 hér fyrir bara allt útsvar þetta braggast ráin bara aftur en byrjum að einu góðum skandal geggjað en ég er búin að ákvæða líka það ég ætla að vera smá meira að peppa Monkeys ég var mjög hrifinn af drikkjónum maturinn var mjög fín ég elska stelpuna sem var að vinna einu sinni og horfði stíft önum og sagði hér er allt gert frá grunni og það er meðal þess ekki jósur sem er alltaf vesla að selgjara bæslunni en allt í góðu er ekki Garri Bannur þarna? En mér fannst það sem var bara flott hvernig hún bara svona trúði þessu sjálf já, hún var ekkert að ljúga, hún trúði þessu bara að hér er þess ekki jósur Eyþór, Yfirkokkur og Andreas Patrikur mættu þarna klukkan 8 morgunin til þess að undirbúa þess ekki jósur en ég pepp maður á þú veist, ég fíla bara Monkeys meira ég man ekki hvað heitir ég veit ekki hvað heitir hann náttúrulega er að kenna en þetta var sko svartugaur sem að kynntis ekki hann var líka þjóna okkur þegar ég fór þarna þegar stelpan lauga mér með gjósunar sem hún aldrei fyrirgefa en þarna þá var hann er stemningsmæður hann er flottur ánægði með hann er flottur, hann djókaði sko, hann púlaði eitthvað djók sko, eitthvað svona öll þjóna djókin sko, þykjast taka eitthvað sem hann alltaf ekki að taka eitthvað svona smá en passlega lítið og mikið hann var bara brósmildur og skemmtluður og bara þægileg nærvera sem er bara fyrir öllu þú þarft ekki að vera fyndin og skemmtluður bara þægileg nærvera en nóg, hann var með það þannig að ég gef bara Monkeys bara mjög fín einhver þeir allt saman svo fórum við keyptum flösku rauðvín með matnum, sulfít kláraði hana, meira sulfít já, við tókum hann aftur yfir í lestina og kláraði hana þar svo af því að ég er svo meðvirkur kláraði hann í lestina já, ég er svo meðvirkur sko með að gefa borðið sko, sammála, þetta er kurteisi við vorum bara að drekka vín þetta er smá ráð til allra algjörlega leiður búin og þið vita þessi setusvæði þegar er smá vín eftir það færið ykkur það líka vil vera næs þú ert að upplifa meira staðnum leifa veit ekki stann að nýta borðið já, ég meina við vorum búin að borða þarna og búin að vera í ákveðin tíma og ég vissi að við varum að fara lengi að klára svo rauðinsösku beint í chillsvæði og þetta er smá eins og að fara á nýjan stað þannig að það er mjög gaman þú ert að kjarna eitt já, nefnilega þú ert að fara úr meldunni yfir í eitthvað já, ég skil og Monkeys er mjög góður þannig staður því að barsvæðið er alveg sér og svo veitingastæðin alveg sér þannig að þú færir henni 2 upplöðanir sko en ég mæli með þessu gefa borðið ferðið aðra, ferðið úr ennari yfir einni, þú veist þetta er svona þetta er svona tilfæringar já, svolítið þannig svo vorum við að fara að labba heim og svo svona ekki að stoppa í eitt Guinness og hvert fórið? Veður það var hugguleg nærvera þar líka satu barinn ég nefnilega verða skjóta innunni ég og Gunnar Karl og Raf Svansson sátum daginn þarna við barinn á Veður það er eftir við breytti og lækkuð barinn sem að, þú veist, lækkuði greinilega ekki það mikið en mér finnst þetta að lækka hann bara helming sko þetta er svo, já en það er geggjað að sitja þetta við barinn þetta er allt annað þægileg stólar og þægileg hæð og maður situr þarna og bara spjallar og fær sér Guinness og bara kósí sko og þar vorum við miklu lengur ætluðum að sjálfsögðu og það var bara gott svona date night kvöld sko þetta er ekta svona bransa dæmi að fara í trýta mánudegi þú veist eftir vinnuhelgi og nú er þú náttúrulega komin beint í bransan aftur svolítið mikið þannig að þetta verði mánudagur og þrið þetta er mánu og þrið og sun kannski líka já, maður er svolítið eða sko, maður er sennilega að fara að vinna alla helga núna þannig að þetta verður sennilega mest sun mánu þrið
sem bara ekki Já, ég bara það bara engin fyrir manni ég skal fylgja þér í þessu já, endilega komdu fagnandi, það engin fyrir manni það ekki pakkað einhverjum gerpum ég nefnilega, þar að segja þér eitt sko já. Ég nefnilega kíkti daginn fyrir verkalýðsdaginn 1. maí þegar ég ætlaði að taka mitt loka sjórei þá kíkti ég út og ég hélt að það væri ég fattaði bara ekki að þetta væri þú veist, eitt af þessum endalausum frítum sem að við verðum að fá núna í svona apríl og mæ menn eins og við sem vinnum svona hefðbundum tímum maður veit aldrei af þessu við erum ekki 9-5 það kemur bara allt í hennu við kunnum ekki á þess að fríta og maður eiginlega fílar ekki að setja nei, og það er nefnilega það sem ég gerir sem er að ég fer þarna að ég verða að segja þér, þetta var mjög gaman heyrðu, þetta er skemmtilegt ég vaknaði upp 30. apríl, daginn fyrir 1. maí það vaknaði upp heima við mér og ætlaði að fara upp á Úlfarsvöll og fara í eitthvað svona líkansrættar átak og ég ákvaða einhvern svona fyrir að fætur fyrir eitthvað svona munda íþróttagallan og ég fyrir eitthvað svona munda íþróttagallan og svo horfi ég bara að það var svona sól úti og úkslega næsviður og úkslega hreint og fínt heima með mér og ég bara mér verið lítið á Jack Daniels flöskuna sem er í svona fallegri svona karaflu og ég hugsaði bara svona á ekki fá mig bara einn það var svona í hádeginu þannig ég bara byrja og fæ mig bara ég meina hrein íbúð já og líka bara svona þú veist einhvern veginn ég er að fara þetta í sumafrí og já og svo bara eitthvað svona og verið einhver svona ég ætla að fá mig bara ég ætla að fara bara í prómil í gegnum þennan dag já svona léttum svo í bíómyndir í drug smá nefnum örlítið meiri prómil já þeir eru náttúrulega alltaf já ég ætla að fara þannig prómil að ég tek upp síman já þannig ég svona fer og fæ mér eitt light og svo fæ mér eitt lítinn Jack aftur og klára lightinn og opna annar light og mynda veipið aðeins og teka eins upp síman og svo bara áður en langt í liðið þannig það er frá hádegi yfir í að verða 6 kvöldið og þá fer ég bara og hugsa bara heyri, nú þarf þú að taka í takk þú veist ég er búin að panta volt einu sinni og það var kebab og þannig ég hugsa bara, nú ferð þú bara að gera þig sætan GMT eins og þú segja, gera mig til nú bara gerir þú þig sætan, Svenni sæti gera mig sætan þannig ég fer bara í sturtu seti hárið á mér rakstur? Já, fer ekki neina seti enga derhú á mig nei, blásinn blæsa mér hárið og bara fer út, setja mig góðan ilm og bara fer út í daginn út í kvöldið eins og enginn sem morgun upp á 10 en þá í prómil en aldrei fullur nei. bara í svona léttur í prómil og ég, fyrir fólk sem getur höndlað þetta mæli með, allavega svona einu sinni mánuði að taka þessa ákvörðun bara vera heima á sér að chilla í prómil fara í símastólin, veipa reykta ekki inni, sígarettur enda allt upp á 10 þannig ég bara veipa og veipaði og svo fer ég þarna út í þessum prómil fyrir á veður, það situr Maja vinkun okkar ég fer eitthvað út ákvað að fá með eina sígarettu fer út af með síkó hleypur að mér falla þessi bakari á landinu Ari bakari og hann bara, Svenni hvað? þá var hann með partí á 280 bakari ógeðslega skemmtilega pítsuvislu þetta er nú ekki stórstæður í samstarfið Allsber hvar var? Það var bara fólk bara lappa bara inni það var búið að loka staðnum þannig að það var bara þú veist þetta að vera bara þarna á vinnusvæðinu og bara vera að fá sér pítsu og að vera að fá sér freyðivín og strákir Allsber sjárátt á þá vínmenn og út allt þeir eru duglegir hver eru bakveit það? Þetta er hann Bergur heitir hann sem manni hvað hinn heitir þetta er ykkur spaðar þeir eru geggjær vita hvað er að segja og já, bara hafa útrúlega mikið áhuga á því að vera bara í stuði og vera í einhverju partívæpi og ekki eitthvað svona stífur í bakinu víngaurar nei, það er bara að vera að pella í sig og bara vera í stuði við vitum það þannig þeir voru með einhverja skemmtilega veislu þarna var fólk eins og Hafsteinn í Hafstúdíó já, þau eru náttúrulega hönnuð þetta og er bara einn eigundunum já, og það líka, hann var það í uppvaskinu það hefur verið mikið myndalegu fólki og Ari rosalega mikið myndalegu þú veist, Rósa, Freyja Rós og Gunni Kalli og fullt af flottu fólki og ég fer bara að fæ mig síkó þarna og ég og Beggi auðvitað, okkar maður er þarna líka og hann ég bara endi ykkur síkó og kampaðinu þar og þarna er ég bara komin bara vá hvað þessi dagur er fullkomin sól, það er bara allt að gerast og líka taka þess að ákveða að fara einn út það er lífið ég ætla bara að labba einn Amerikanar
eru mjög góður í Já, þessu. og ég er orðið mjög góður í Já, sjálf. þetta er nefnilega, við þurfum að bæta okkur sem og bara þetta þjóð. er bara svona, þú veist, og ég hugsa bara þarna og ég er ekki bundin einum að það, ég hafði sitt aðeins með Mæju stökkarna frá, Mæja kom svo allt í einu með síma minn og svo verður bara nógslega gaman, Mæja fyrir aftur að veður og ég sitt þarna aðeins lengur, kíkja svo aðeins á veður. Bara klappastíks dagur. Þetta er bara klappastíks dagur upp á 10 og ég í þrumugýr. Og svo bara allt í einu vippa sér upp Halldór Dóri vinur minn sem við kynntum sér í Vestmannaeyjum. Já, sem að sko allt innu hann komin þarna og hann við getum rifjað eins og við bara hittum þarna góða vini og enduðum bara í rosalega skemmtilegu partíi og þetta var bara svona ekta sumardagur í Eyjum sko. Og hann allt innu kemur þarna og allt innu fer ég með honum, bara fer ég með Æris, heyriði, klifti og ég horf á klukkuna. En það er klappastík, já. En það er klappastík, bara hangi honum. Heyriði, allt innu líti á klukkuna, 10:01 og ég segi, Lilja, ertu ekki að fara að loka? Nei, það er 1. maí. Ding dong. Ding dong, Svein í stuði lét þetta ekki fara á höndum mér og ég sagði, vá þú veist, ef ég hefði vitað þessu 5 tími fyrr hefði verið eitthvað djöfullinn politiki, við loka 1 þarna verið komin í stuð herri, þannig að við kíkjum á Daisy Cocktailbar já, ég fæ mér eina samloku Ingólfsstræti þetta er náttúrulega sem svongur aftur ég fæ mér eina samloku, get ekki hætt að hæla henni nógu mikið þeir eru með grilllokurnar drekki einhverja nokkra kokteila þú veist, þetta var ógeðslega gaman og hvar heldur þú að þinn maður hafi endað? Á kaffibarnum það er bara að loka bænum bara á efri hæðinni eða neðri hæðinni? Bara neðri hæðinni það er meira hardcore en ég er búin að fatta það að ég er alltaf að tala um ég sé að hætta á kaffibarnum hætta að vera þar ég er búin að ákveða það að kaffibarinn er orðin bara staðið fyrir mig til þess að ég fari heim þetta er ég tek eitt hring þar, eitt drikk fer út í síkosvæði, hitti þar einhverja svona eitthvað fólk sem ég hafði absolutt engan áhuga að tala við og mestmegnis liði á einhverju skona MDMA-trippi sem ég bara finnst bara frábært fyrir þau en ég var þangað til að vera of mikið sko. einn eitthvað komin eitthvað snetta mann ég eitthvað nei, nú fyrir við hann klukkan orðin svona 3 eitthvað og ég bara, nú drýmum bara heim búin að taka helviti góða dagurinn minn 16 klukkutíma en líka sko, að því að líka fyrstu allavega 6-7 tímarnir voru bara að halda mér í prómil bara svona, haldiði bara í prómil það er eitthvað til eitthvað ég var ekki heima með eitthvað skvett í mig eitthvað þess að vera hellaður ég tók bara ákvörðun reif íþróttagallan út sett hann beint aftur inn og tók ákvörðun bara ég ætla að vera í prómil í dag og ég hef aldrei verið bara ógeðislega slakur bara þú veist og svo léti bara kvöldi einhvern veginn leiða mig þetta er næstu í mikrodós áfengi svona næstu í sko, smá svona þangað til að þú veist að ég var orðin hellaður til að byrja með hvað varst að drekka á Daisy? Fæstu koktel? Já, ég fekk mér Darkin Stormy klassískur? Já, mjög gott hann er góður en ég bara, svo ætla ég bara að mæla með Daisy líka en þetta var fullkom Reykjavík kvöld og ég finn það, því meira sem líður að því sé að flytja í Kópavoginn í 200 hverfið því meira er ég eiga betur og betri kvöld í 101 sem er smá pirrandi takklæti, þetta er svona típist en þetta hefði ekki gerst ef þú ætlaðir ekki að flytja ég veit það þannig að ég er mögulega komin sem ég á þann stað eins og þegar maður er að segja upp í vinnu og er hann skýtsama en alltaf þegar maður er búin að segja upp þá alltaf er vinnan og náttúrulega skemmtilega aftur 100% búin að vera að brenna út í einhverju vinnu og svo bara segir upp og þá alltaf er verið náttúrulega gaman ég er að upplifa það með 101 að þetta er náttúrulega breakthrough frá því 2006 nætuvagnin hefur maður verið hér nætuvagnin upp í Kópavog 20 ára 101 heyrðu þegar þú flyttur ég get ekki hann sko ég er búin að taka hann 2 svar upp á síkasti og hann fer á klukkutíma fresti held ég eftir miðnætti ég mun missa þeim öllum ég mista hann einu sinni það sem að klukkan var orðin eitthvað x og ég bara patinn á farin ég var samt að spá sko hvort maður ætti ekki stundum bara á til að panta eitthvað svona hótelherbergi ég gerði það nú einu sinni ég var að fara einhverja tónleika í þennó átti gjafabréf í Konsulat hótel sem er eins og eitthvað svona klámhótel herbyggin eru eins og þetta er svona búllu klámbúllu djúp fjólubláa gardín þetta er svona þetta er svona smá flaugel svona
hvað var að segja, slís, flauel slís en þarna var ég með herbyggi og var, þú veist, þurfti ekki þetta herbyggi en langaði bara að nýta þetta gjafabrif annars myndi ég alltaf gleyma því og það er ótrúlega gaman að koma heim kvöld eftir jam í miðbænum beint upp á hótel það er svo þarna þarf að veiða einhvern með þér helst það verður engin jafngraður að vera hótelherbyggi ég er að segja það, þetta er klámhótel nema þú veist, þú ert sérstaklega eitthvað skallanum og sérstaklega þegar flauel ég er að segja það flauel slís þá viltu það verður einhver að koma með þér þá opnar maður appi góða þá opnast appið, þá farið í settings aflæsir það og segir bara eitthvað I'm here boys, let's go hæ og bara fullt inbox á sekundunni þetta er líka bara lof smá bara hótelherbyggi í Reykjavík tala ekki eða þú býrði í Grafarholtinu eða eitthvað bara aðeins að bara svona aðeins að brjóta upp þú veist, ég er búin að hitta fullt af fólki sem er eitthvað svona býrheimitt í og er eitthvað svona, þú veist, á svona örlítið, á svona late 30s þú veist og er aðeins þreytt lít út eins og séu 55 fertuskvíðin af einhver svona þreyta á börnum og flera svefnleysi ég það bara líka bara því að þau ákveð bara að vera leiðileg skyndibiti, skeifan, íslenska skeifan gullnesti, stanslust en það er fólk sem svona, er eitthvað svona nú erum við bara taka okkur til Jónin við ætlum að taka bara helgaferð til í 101 staycation og bara það er verið að taka hótelið og úrverður auðvitað síðasta barnið sjálfsög, þarna verður nema sér herraklipping þetta kunna sér ekki hóf og einhvern veginn hugsa bara svona við ætlum ekki að nota og það er bara svona klámfílingurinn tekur líka yfir. Því að þau eru ekki búin að stunda kynlíf svo lengi að það er ekki búið að vera huga að pillunni eða einhver svona öðrum getnaðarvörnum þau eru ekki búin að snerta hvort annað þarna í 3 ár þannig að hún hugsa bara svona ég þarf ekkert að vera á pillunni að því þarf ekki að fara í gegnum þær hormónabreytingar sem það er valda á eitthvað og svo kemur því að þau fara í staycation og það er kunna sér ekki hóf eða kunna sér ekki bara sko það er svo mikið klám í loftinu og þeir eru aldrei með sko smokka í klámi þannig að þau taka þetta allar hvað heldur hún enni því einhvað það er ekki gaman að nota smokk ég ætla bara að segja hér og nú að ég geta ekki ég geta ekki ég er nú sem betur fyrir bara búin að fá klammara einu sinni en ég get ekki nota þetta tvistur, ég spurði daginn upp á skál allt útlendingar hana bara, hvað þykir klamar oft? Aldrei, ég var dæmdur þeir útlendingar þeir vita bara ekki það ég sagði að þeir þurfu, ef við ætla að fá íslenska kennitölu þeir átta sig ekki á því að það er tíska að fara í húð og kinn og ef þú ætlar að fá íslenska kennitölu þá færðu bara klamara, þú þarft að fá klamara ég á einn vinnuna sem er að vinna erlendis þetta skipti allir ekki að nefna á nafn hann er að vinna erlendis í augnablikinu og það er strippúla við liðin á hótelans og ég sagði, þú vart að koma heim rakleiðis í kjallaran á Landspítalanum sem er húð og kinn og með priority pass en það er bara við erum, þú veist, ég get alveg ímyndið með það að einhver svona fólk frá Lettlandi, Litáen eða öðrum austur-evrópsku löndum sem eru komingað, tala nú ekki um Portugal ég get alveg trúa því að það er ekki jafn mikil svona tísku meðvitund að fara á húð og kinn þar tabú, þetta er tabú hjá meira tabú, hér erum við búin að opna umræðina svoleiðis að það er eiginlega tekið svona fagnandi á móti manni sko, ég ætla núna bara sem bæði ég þarf að kíkja við ætlum að kíkja með Mike fara saman ég er til hvernig sem er bara fínt að vera viss, ég er búin að sambandi sem ég fór senast en samt, hvað veit maður? Þú veist ekkert maður veit ekkert þú veist ekki, nei en það var alveg kannski gaman fyrir því að fara bara með mér ég held að við nýta ferðina og gaman að vera með svona stuðning við getum tekið hennar vinn minn með sem er þarna við hlýna þessu strippbúlu við fyrir þrýr já, hann hefur gott að fara sko, eftir þessa ferð allavega já, come on ég meina, þú getur fengið bara sko kynnslutu bara setjast á klostið hann var spækar á stripparinum hann er orðin fastagestur var hann spækar hann var spækar og býttu hverju heldur við hann komst heim það var einhver sem ætlaði að fara að ræna hann oh my god, pældi ég þurfa að ágjöra þessu eins og konur bara á börum í rauninni ræðilegt, bara ræðilegt ég held að hann sé ekki búin að láta sig segja og ég held að hann sé búin að fara aftur
Ég meina elding Hver líkurnar á því að þú verður fyrir eldingu tvisarur? Ég að segja það, eða spæki á klámbar tvisarur. En það var ég búin að segja þess að ég var að vinna á einhverju bar í den tíðin, cocktailbar sem Loftið, sem Jungle núna. Það var gæði sem spækaði og það var séð til hans og hann var bara eldur, gripinn og lam og tæklaður, svo var bara beðið eftir lögreglunni og í bara haldi að ná hann samt, það svo sætt. Það gott sko. En ég átta mikið á sko að því að þetta sko, þú veist, þarna er það með svo einbyttin brotavilja að fara að brjóta einhverju fólki. Þetta hræðilegt. Þetta next level viðbjöður sko. Þetta úkislegt. Ég að skrifa hérna. En ég ætla bara að segja, enda þetta var bara hjá mér þetta kvöld, ég mæli með að taka svona prómilkvöld. En við taka smá pásu og Já, ég ætla nefnilega eftir pásu, ég komin í AI að spyrja hvaða land með mestu klamydíuna per capita. Förum í það núna, takk. Beint eftir pásu. Ok, ég vil pissa. Það var að top 5 klamaralöndin í heiminum, eða kynnsjúkdóma. Kynnsjúkdóma, netin. Og top 3 eru Norðurlönd. Ok. Og það nú sennilega bara út af góða aðgengi í heilbrigðiskerfinu. Já, ég hugsa að segja, þú mátti ekki gleyma því að ég er að borða hérna bollu. 280 bollu? Yes, sir. Mælum með því. Ok, það má gleyma því að sko, því oftar sem voru að kíkja, að því fleiri sem að fara í einhvers konar smitt eða, þú veist, test, því náttúrulega meir líkur að, þú veist, að svo allir þannig að þetta raun og veru sko þessi, ertu með 5 lönd eða? 5 lönd, top 5. Okay. Þessi top 5 lönd raun og veru bestu löndin til þess fallin til þess að fara og stunda kynli með einhverjum. Og ég ekki vissum að önnur lönd myndi láta vita sko, eins og það sendt bréf, einhver sem þú sást sig á með klamydíu, drífið test. Það svolítið norðurlandalegt held ég sko. Já, og ég líka ekkert vissum að sé hægt að rekja eins vel, en svo held ég að fólk í Varsjá sé bara ekkert að kíkja mikið. Nei, ég held ekki. Ég held að láta þetta bara einhvern veginn grasserast þannig að það kemur einhver sýking og tippið þetta af og þá bara haldið áfram í einhverju lítalækninga. Þá faraði bara beint á Norðurlöndin í einhverja lækna aðstoð þar sko. Já, í norræna velferðarríkið. Heldur að sé, klamydía, helst í hendur. Á 5, byrja á 5. Fyrsta, ég byrja 5, vinna okkur góð hugmynd. 5. sæti United Kingdom. Ok, the British. England. Þetta með við 100.000 manns og þau eru með 390 case per 100.000 manns. Vissu þú að Bretar þekktir fyrir með þrengstu fórhúðir í heiminum? Nei, þetta vissi ég ekki. Váka ánægður að vera ekki með þetta. Já. Þetta örugglega mjög leiðilegt. Ég var með þetta, ég þurfti að krema á með tippið. Krema? Fekk svona krem til þess að var ekki bara að tekið Lachaim, bara skorið af? Eða? Nei, ég vildi ekki láta Maseltov? Ég vildi ekki Vildir ekki vera umskorinn? Nei. Það svona svolítið vinsælt þessu Bandaríkjum, það allir umskorinn. Allir þar, já. Og fólk fílar það, sko. En ég let bara setja krem. Já. Og bara svo bara svona liðast það til. Vá. Já, það eru þrengslin. Já. Þetta helst kannski eitthvað í hendu við. En þetta getur verið mjög vont fyrir fólk að stunda kynlíf og svona. Ég get ekki ímyndað mér. Að þrengja að þetta bara hljómar sem aftur, sko. Ræðilegt alveg. Það eru beitt í krem, allir sem eru að hlusta. Já, ég var það ungur að ég kann nota krem. Já. En ef þú ert komin á einhvern aldur þarfst að láta klippa þetta einhvern veginn. Gott þú þorðir að nefna það, kannski viðkvæmt fyrir suma unga. Þetta var bara sást þegar ég var yngri. Þannig að mamma var að krema mig. Hvað var þetta gaman? Ég hef ekki verið bara svona 3-4 eitthvað. Já, ok, hjúkandi, spúkandi. Þetta sást fyrirfram. Þannig að mamma svoleiðis kremaði til þannig að sonurinn geti farið og myndað penisinn alveg út í eitt. Já, lofa hana fyrir að grípa hana bolta. Takk fyrir þetta, takk fyrir að grípa boltan hana. Grípa, góðan bolta. Grípa fórhúð. Er það í 4. sæti? Ok. Það er USA. Auðvitað. Okkar menn í Bandaríkjunum. Þau stunda kynlíf. Það líka fullt af svona free clinics. Já. Það bara, líka bara... En þau eru líka rosalega vör þú veist. Þetta slött í þjóð. Já, þetta slött í þjóð og þau nota smokkin. Þau nota mikið smokk. Já, ég hef stundað kynlíf með bandarískum gæjum og það er alltaf bara eitthvað, do you have a condom? Já. Og ég segi bara, shit, I forgot it. Ég segi að við fyrir að framleiða syndasil að smokka. Ok. Bara merch. Já. Eitthvað svona góða. Já.
einhver svona í forvarnaskinni já, drifin svona alltaf núla Skoðum út þarna umræðan að við þólum báðir ekki smokk já, svona jafna þetta eins út nota smokkin krakkar það er 3. sæti þarna mætu við sterkinn og við erum með cirka 500 case per 100.000 en við eigum heima í Tjekki er það við? já erum við í 3? já vá, séu hvernig flott og við eigum heima þetta er markaðsherferð síðustu svona 20 ára hjá Húðukinn allir fá bréf að skila sér já. Og bara það þykir bara smart að kíkja ánga eins og sagði aðan þetta sko hækkar tölun okkar í klammaranum þannig að ég segi að þú veist, ok, klárum listan og svo komum við með kenningar öðru sæti er Noregur Norræna velferðaríkið enn og aftur fólk mætir ekki mikið smokk greinilega ekki mikið smokkir í þar en það er bara ég sé líka alveg svona norska þú veist, eitthvað svona olíustrákin bara eitthvað peningakall eitthvað, exit-gaurar sko við tringir ekki að brugja den kondom her við sendum 10 smokka yfir hjör på við sendum 10 smokka yfir til Noregs og það jafnat út fyrir vin okkar þar það er fyrsta sæti leiðilegasta land nei, ert að tala um Danmörk, ósammála leiðilegasta fólk sammála en er það Danmörk? Fyrsta sæti já. Og þarna er þarna er bara Norræna velferðaríkið algjörlega að skila sér samt ekki skrítið að Svíar sé ekki þarna þegar þeir eru náttúrulega afneitun með allt afneitun með alkoholisma, afneitun með kynlífsvandamál einhvers konar þau gefa ekki upp töluna sína allt saman einhvern veginn út af einhver svona persónulega eitthvað please ekki komið í check talandi þá fyrir talan upp eitt að leiðilegasta fólk Svíþjóð þeir eru alltaf hissa þeir eru alltaf eins og séu að fá taugafall og svo er komið Love is Blind sko sænska útgáfan og ég ætla að horfa á þá séri ég ætla að horfa á hana líka horfa á þessa Svía, gjörsanlega geðsjúki ég fekk þessi meðmæli frá stelpu hlustenda íslenskri sem býr í Svíþjóð er það? Og hún sagði bara þessi Svíjar eru sturlaðir horfðu á þessa seri þetta er alveg hárrétt og það er náttúrulega hræðilegt að koma sér ríkið þar já, þeir eru náttúrulega bara allir spurðurinn skilur ekki, 2099 ára Malmö var ágætt í þessu það var ekkert mál að hrynja þar sko. Malmö er enda fínt ég er bara að fíla Malmö en þetta finnst mér, en líka máli er pældi ég líka að þetta sé fyrsta sindi í Danmörku og sérð alveg fyrir að það eru sko klíningur á sko hverju einasta hotni það er bara, þú veist, í Östubrú 50 klíningar þú ert í Nörrebrú 30 klíningar það er bara á Vestubrú 120 og byrja daginn bara á einu pissi sko þú ert bara einhver stöð bara, og ég með þú getur þetta ímyndar allar klíningurnar sem eru ístikaði það er bara, þú veist hóra klínik og svo bara endur tekur þetta sig bara sko þau líka sko þetta er leiðilega skins ég veit að þau eru það sko þverköndu það hefur enginn jáfn gott þegar ég var að tala við Sævar Síselski í gamla daga rest in peace gamli legendir í rónin okkar þá fór hann alltaf á veturnar hann og Lalli og fleiri og fleiri svona þekktir rónar og svona, þú veist, menn gutunar þeir fóru oft tóku veturinn oft í Kaupmannahöfn Staffaferð bara svo vel hugsa það þú veist, að það er svo ógeðslega góð velferð þeir eru svo góðir í öllu það kemur að, þú veist í Svíþjóð? Nei, í Danmörku ekki í Svíþjóð nei, alls ekki þeir fóru í klamydíutest bara við lendingu bara, ég held að sé klínik í Kastrup flugvöldunum það er 5 klínikar í Kastrup það er eitt við hvernig útgang en það fóru þeir alltaf aftur veturinn þar sniðugt og þarna að það er bara vel hugsa það þegar annars þeir bara orða úti og þetta er áður en að þú veist almennileg sko held ég gistiskili og ætla það ekki verið komið en þetta er langt síðan sko Daninn er með gott hjarta þú getur, þú veist, með gott hjarta og leiðilegur en talandi okkar menn, Sævar Síselski og þessar menn bara rest in peace allir þetta hefur verið gestir þáttarins það var rosa gaman að fylgjast með þeim á þegar þetta var sko áður en að þú veist, þetta voru bara heiðalegar fyllibittur að drekka brennivín bara á Íslandi líka kom bara forsíðu bara vísis eða eitthvað bara Lalli Jones látin bara rónin okkar elskaði en það var rosa gaman að fylgjast með sko, þeir kunnu alltaf þegar sko eins og í okkar tilviki þegar Ölgerinn eða Vífilfell þá voru að taka rúndin á börum að fara með vörur það var alltaf á miðvikudum og fimmtudum sem þeir fóru með vörurnar og Sævar og hans menn þeir kunnu allar rúndin Paldi
Rónar. Þannig að þegar þeir sko svo þurfti að fara inn með vörur og þá var náttúrulega bílinn opinn, þá sáu þeir sér leik sko og kippt út. Já. Og ég hefði hort í hinn áttina, væri ég að keyra út. Ég gerði það, ég gaf þeim alltaf, þeir fengu ofta að koma til mér að kjúpar. Já. Við opnum ekki fyrir 4, en ég var kannski mættur í hádeginu og þá fengu þeir að drekka smá vodka eða brennivín í kók og vodka í kók. Svo fallegt. Já, það var bara gaman og þarna voru þeir að segja mér sögur. Já, nákvæmlega. Og hvernig þeir elda alltaf byrgjana sko. Þú byrja þarna og svo bara og þeir vissalega klukkan hvað þeir eru við hvert bar og þetta alveg ekki bara þetta verður svona kláróni. Þetta var strítsmart. Ég ætla að segja bara bestu rónar í heiminum. Þetta var strítsmart. Ísland með bestu rónar í heiminum. Þeir eru eitthvað voru með við þurfum að fara að fá nýtt legend í þessum geira. Þeir eru nú nokkur hérna sko. Gestir kannski þá? Nei, hugsa ekki, en þú veist að við skulum bara Já, fá sögur frá þeim allavega. Þeir eru bara þessu hellar Við bjóðum þeim allan í bjór og fáum góða sögur. En það sem hefur breyst, minn kæri Danni, að þarna var bara rosalega mikil áfengisdrykkja. Já. Og sem að kannski alveg var, þú veist, það voru miklu kannski meiri slagsmál eða eitthvað, ég veit það ekki, en það komið rosa mikil, þannig að það voru miklu meiri fíkn. Þú veist, fann að það voru miklu erfiðari fíknefni. Já, skemmdi. Bara þegar áfengi var, það var bara flott. Það er gamla góða brensins. Já, allir í fíling. Og góð bara heiðaleg slagsmál og stuð. En já, Danmörk fyrsta sæti. Já, flott hjá dönum. Og það er klíningar, það er á hverjum götuhorni, það er greinilega ekki smokkur, og tökum því fagnandi. Nema við mælum samt með að fólk myndi smokk. Ég sé bara minni smokkur, meiri ferðir á húðukinn. Það er okkar skilaboð. Þetta er bara í Landspítalanum og það er takaði fagnandi. Já. Ég held að það sé máli. Þú setur konur sem eru svo vanar, það eru vanar öll. Nema þér finnst ekkit að því að nota smokk. Eða skilur, það munar í engu máli. Ef þú ert einn af þeim heppnum sem finnst gaman að mynda smokkin, þá bara let's go sko. Já, þá nota smokkin. En ég get ekki klárað þá aðtöfn. Þetta hefur eyðilegt svo marga kvöldstundir hjá mér. Ég get ekki klárað þá aðtöfn með smokk. Þannig að ég get ekki nota smokk. Þetta er bara my burden. Já. Sem ég þarf að lifa með. Svo er það. Hvað segir hann Stanni? Hvað er að frétta hana? Heyrðu, ég ætla að gefa lof, við getum kannski kíkt aðeins í lofa last og svo endaða smá fréttum. Já. Ég ætla að lofa Hugge, sem ég örgulega gert áður en... Á Barons. Hugge á Barons, æðislegur starf. Sammála. Og þarna fekk ég mér eitthvað svona gulrótarköku dæmi og kaffi og það var bara góð stemmingarninni. Það er svo hátt til lofts. Maður fæði svo góðan bríð þér og það er stórt, það er alltaf sæti en samt ekki eins og þessi mötuneyti. Og gott kaffi og heyrðu og svona skemmtilegur barista sem er sjálfgeft á góðum kaffihúsum. Það er oft leiðilegu hipsteratir. Það er bara get nice guy, ég pantaði á íslensku og hann sagði að ég er svolítið lélegur í íslenska og ég eitthvað, en ég samt vil prófa, reyndist besta, geggjaður, brósmildur og í feeling. Og ég svo segi, þú veist, maður fer á Reykjavík Róster sem er liðan hliðin á mér, Borgarholt eða eitthvað svona. Og þar eru allir í svo mikilli fílu og fá last í leiðinni. Þú veist, það eru, þessi hipsterar, það er hérna lyklakeðjan á buxunum. Hvað er það? Getum við... Sleppum þessu. Já. En mér finnst líka, mér finnst alveg nógu leiðilt að kíkja á kaffhús. Ég er ekki kaffhúsamaður. Nei. Ég er barmaður og það hefur bara komið í ljós Barmann. Fyrir löngu. En mér finnst alveg nógu leiðilt að kíkja á kaffhús eða einhver svona bakari satri, nema reyndar 280 bakari, en það er annar mál. En það er ekki kaffhús heldur? Nei, einmitt, það er ekki kaffhús. Kíkja einhvers þar kaffhús, það sem ég ger ekki annað en að heyri einhvers svona umulegri kvarnavél. Það er góð punktur. Og þetta, en þú veist, reynum alltaf, ég skil vel að fólk sé fílu þegar það vinnur á kaffhúsi. Það er vélinn, auðvitað, það er þessi grændir. Það er þessi grændir hann. Já, grindir. Sem að þú veist, þetta er mjög góð punktur. Það ættir henni bara að vera einhvers svona eins og Joe and the Juice er með svona plastbox sem við loka fyrir blandarana. Nákvæmlega. Heyrðu, þetta er ráð. Já, fara að huga því, bara fyrir starfsfólkið. Og allt í henni verður allir svona ánægðir. Þannig að hipsterinn með þarna lyklakipu keðjuna geti fara að brosa aftur. Ég hugsa sér, það er allir sko blístrandi sáttur. En eru þetta austur-evrópskur hipsterar? Það er einhver svona besta form af típu sem ég veit um. Já, þetta er svona svolítið í bland. Já, austur-evrópskir hipsterar og líka spænskir hipsterar, grikkir líka. Sko, frakkar, vá, allt þetta, bara allir hipsterar. Sko, hver einasti hipster má fara hlusta minna á kaffegrændir. Já. Pældi ég þetta væri bara það. Svo finnst mér líka einhvern veginn ákvörðun það að verða barista. Ég veit ekki með það. Ég bara hef einhvern veginn ekki haft skilning fyrir þessu kaffiblæti.
Nei, ég held að margir sko Mér finnst þess að Óli Óla okkar maður Já. á vínstúkunni, hann er svona kaffigall og ég sé stundum svona Instagram skila svona á honum það sem að það er eitthvað svona sunnudagsmorgun og það vantar bara basically svona fallegu dagur með Bubba þú veist á, en ég veit að Óli myndi aldrei fara þangað En sko ég held að fólk detti svolítið í þetta latte art dæmi. Já, en líka einhvern veginn að kvípa kaffi og svona slow kaffi sem að svona drippar í gegn eitthvað, veistu hvað ég geri? Þetta er alveg svo uppáhelling. Já. Þetta er bara sama. Þetta er veistu hvað ég geri? Já, svo er það fólkslega bara veikt og eitthvað ég set bara einn, sko áður en ég mæti vinnuna og fyrir flug til dæmis þá fer ég og daginn áður þá bara ger ég bara ógeðslega þykkt bara netto kaffi og sem er gamli Bragi og bara ger ógeðslega sterkt og þykkt setja henni í ískáp skvetti mig 2 bollum því ég vakna á mótnana Bingo, það er ekki það er líka til sem er kallað þetta cold brew Já, ég en ég held að sé undir þá ert að gera einhver aðferð sko. Það er oftast við, sko, cold brew er sko við herbergisittan í svona sólarhring og svo inn í kælu og Já, þú veist, settu þetta bara beintin í kælu og fá þetta en eftir Ég gerði þetta alltaf í London Ég geri það bara fyrir, sko, að það Já, þegar maður vaknar snemma, þá bara vaknar maður snemma og það þarf að vera tilbúið, það er bara í skópnum Já, ég er að segja, ég geri það líka, svo fyrir sturtu finn hvernig ég vakna það er svo góð tilfinning Bara, þú veist, það er eina leiðin til að vakna í rauninni, sko En ég hef líka heyrt kaffi sem heitir Red Eye Ég held að heiti Red Eye þá ertu með uppáhellingu og bombar einum espresso út í Já, það er svona svipa á kaffi sem ég gerir þetta er ólöglega sterkt kaffi sem ég gerir og þetta er eitthvað heitir held í Red Eye út af þessu LA til New York flugs þú þarfst einhvern veginn að reyna að lifa af daginn þú veist, ekki sopna eitthvað bara eins og að koma heim til Íslands frá Bandaríkjunum þú veist, þá lendir á mótnana búin svo í 2 tíma og þú ert að lifa af daginn þá er Red Eye eða Svenna Special Ég gerir líka, kollega minnir í þessu flugi hrist alveg hausinu yfir mér þegar þið sjá mig eitthvað svona hvað er það að gera æskaffi þá haldið ég sé eitthvað svona að gera eitthvað mynda eitthvað var flott þá ger ég bara ógeðslega sterkt kaffi sem er alltaf besta kaffi sem þú finnur það er instant bara set bara helming í bolla helming þetta þannig að þetta er svona þykkt set svo 1 eða 2 klakk út í smá mjólk sykur instant er vannmettnasta vara á Íslandi og þú getur keypt flott þú veist, ef þú vilt ekki fara í Nescafé gott og vel, þú getur keypt eitthvað fancy með Nescaféð já, ég meina það er svona heiðarlegast sko en þú getur keypt eitthvað fancy fair trade og aðferðin sem er notuð við þetta er bara frost frist, eða hvað heitir þetta þurrfristing eitthvað og þú veist, þú bara heldur vörunni fullkomlega og þú veist það er ekkert eitthvað svona meira shit í við þetta dæmi, þetta er bara rosalega góð leið til að lengja endingatíma kaffis og gera þetta þannig að þetta bara verði góð bolli sammála og bara áfram instant Ég ætla að hendi einu lofi þarna, ég var í símunum að því ég er búin að vera bílli minn sem ég er með á þarna rekstrarlegu hjá Brimborg hann er búin að þurfa að fara í svona skoðun hjá þeim svona árlega skoðun hjá þeim það er komin svona 2, 3, mögulega 4 mánuðir sem átt að fara og ég er búin að fá svona reglulega tölvupústa frá þeim Fækstu þið mánaða glugga alltaf með þetta? Hvað var stór gluggi? Fyrst fekk ég eitthvað svona glugga sem ég mátti bara velja tíma þá voru þeir kannilega bara með þannan mánað bara það sem að taka alla bíla Þú bara, ég mæti leið og ég ansaði þeim post ekki en var alltaf leiðin að svara svo fæ ég annan post og þá bara eitthvað shit svo fæ ég 3. og svo 4. og svo svona held ég að vera að fá 10. postin í gærkvöldi í gær því ég leit á og það var bara eitthvað sæll, nú þarf að bregðast við S-I-L-L, caps lock þú veist, bílinn þinn á að vera löngu búin að fyrir svona eiginlega skammarpúst þannig að ég hver er að sækja þjónustu, hverjum hérna? Nákvæmlega, afsækja mig nákvæmlega og bara hringið í mig þeir eru ekki búin að prófa það líka mætið bara að sækja hann en ég hringdi í Brynborg á hann til þess að ég heyrði sýntalega til þess að reyna að bregðast við þessu og ég hugsa bara, nú hringi ég bara en alveg tilbúin fullt af legum Þú varst svo ánægði með þig eftir á fyrir að hafa náð að hringja en ég var tilbúin fullt af legum ég ætlaði að vera eitthvað svona, ég er bara búin að vera erlendis síðustu 4 mánuðina og þú veist eitthvað svona bara ætlaði að ljúga út úr þessu alveg Ég kom með nýtt ráð Þú komst með gott ráð sem er að segja að þið voru svo lengi að svara sem ég er búin að reyna að ná á sem ég sagði við hann en ég ætla samt að gefa ég er búin að vera að reyna að ná í ykkur ég er bara búin að hringja og hringja það bara svarar aldrei neitt þá ert þú búin að taka stjórn svolítið þannig búin að taka stjórn á þessum aðstæðum sem ég þarf að ná einhvern veginn en ég ætla bara að gefa sjárat á strákinn sem svaraði ég vil muna miklu þegar það er ekki einhver
sorry, mér leiðilt, einhver kona, oftast kona sem búin að vinna of lengi á símanum eða og það er svona þessi fúll kall Brynborg, góðan dag eða Brynborg maður hringir í sko dekkjaverkstæði og það er bara já, einmitt, já, svona dekkjaverkstæðiskallinn svo er maður svo seimaður versus Dóra sem búin að vera símanum á RÚV alltaf lengi já. og þarna ég sem er svarar þessi einhver svona lífsgleði þið veitir, muni ekki þegar 118 var jú, já.is dæmi þetta 118 já, 118 og þetta var sama rödd og Hreyfill Bæjarleið líka já, Hreyfill Bæjarleið og svo er þetta líka Brynborg en sko þetta fólk er að svara 20 símtölum á mínútu vinur okkar á það og í öðrum fyrirtækjum af og til, halló, góðan daginn það var svo mikið ljós í röddina og mér fannst að mér hugsaði bara ég sá hvernig það lítur út hann var í hamingjusömu sambandi já, og bara ef ekki þá myndi ég vilja fara á stefnumót með honum, þetta var bara svona gæðin sem hringir og segir ef ég er í sambandi með honum, þá myndi ég segja hægustu mín, ef ekki í bíó já Paldi hvað muna miklu í staðan fyrir að vera í samband sérstaklega fyrir mennus okkur, við erum brotættir ég veit það, við erum mjög við þurfum bara að fá og við erum alltaf hrættir að vera að fara að skamma okkur já, það er að samslus og sko þegar kemur smá jákvæðni þá verðum það gerir daginn manns sko einhverju leiðilegur, þá skemmir það daginn manns það er mikið í húfi sko þannig er, en þannig að ég mæla bara með en þú veist, paldi líka hvað er skemmtilt að vera í samband með einhverjum sem er bara eitthvað hægstu minni og kíkja happy eða ég reyni það líka en í staðin fyrir að vera eitthvað sko hæ, og ekki happy maður heyrir þetta hvað heldur ég nenn að fara happy með þér barn nummer 2 og þau eru byrjuð bara barn nummer 2 og gullnæsti lúan á gullnæstinu verið að nota aðeins mikið bumba og heimadrykja og blokkar íbúi í fóldækverfinu þykistu æði fyrir víni og svo bara hæ, hvað séu þeir eru ekki bara að koma að því við þurfum að fara að fá okkur drykka ætlar að, nenni þú komið í bónuslegin heima já, einmitt já, ég skal gera það þetta hef ég heyrt mikið þetta er ástæðan fyrir það skilin að bylgja í vinofnum mínum nákvæmlega og framhjáhaldsbylgja bæði, helst í hendur en auðvitað vil ég halda fram með makanum minn leiði fæ símtal sem er bara eitthvað að það er að koma við í hagkaup hvað þá í ár af þessu ég bara svo sýnir einhver manni áhuga beint í framhjáhald já, svo heyris allt í hennu í einhverjum sölumanni í Brynborg sem svarar síman sem bara eitthvað hæ heyrðu, já, það verður rosa gaman að hitta þig kannski í kaffi eða eitthvað auðvitað til ég hitta manneski í kaffi þú mætir með smokk já, þú mætir með smokkin og mundar hann ekki syndasela smokk, beint í ruslið þunnur og mjög brótættur mikla líkur að því að hann það verður versti smokkur í Íslands já, ég hugsa það heyri, þetta er alltaf mitt lof, ég áheila ekkert hann last það er búið að líka svo vel á mér að ég ætla bara að lasta því fyrir fólk sem að fer ekki sumafrí ég mæli með það möst hvað gott 5 vikur takk bara góða 5 vikur og ekki gera neitt planaði sem minnst allt innum fer maður að sofa út líka minn er svo sefum og sefur veistu hvað ég fljótur í að verða úr því að vera einhver svona fullari einstaklingur sem er til að vakna 4:30 á mótnana í vinnuna yfir það að verða bara einhver úrræk já, það er úlingurinn ég ætla að vakna aftur morgun til þess að vera í ræktina ég hlóa síman og lagði þeim áfram hendur hún í vegginn sko ég er alveg eins, ég er úlíka skítur bara, og ég er að vakna, ég sko mista símtalið frá samstarfsmanni að þeir hringja klukkan 10 og mér var það bara skrítið hringja klukkan 10 í mann sko. sem barmaður og núna komin aftur í bransan alltaf eftir hádegi takk en Rástvö er alltaf kvöldvaktin líka maður er bara að vinna á kvöldin ég þarf að fá sóðutak en ég mér lof á gamla Reykjavík við Austurvöll það sem áður var Ducks and Roses það sem áður var Kaffi París Ducks and Roses Guns N' Roses hann hétt Duck and Rose Fuck My Bros ég fór bara tvísa sem á þann stað Suck My Hose já, hann var svona Instagram staður hann var klámlegur, hann var eins og konsulathóteli svolítið í Duck and Rose klámslís þetta er þetta Instagram klámvæðing já, flaugelið en þessi staður auka lof í leiðinni bara fara út í bjóra sunnudegi við höfum oft lofað því ég var hérna ekki þunnur endilega en ég fór hérna, það var bongo út í sólina hitta hérna þunna vini og ég sá það þarna var Lóa frænkaðin var hún þunn og þannig að svo mætti ein vinkonan með hver? þetta er svona vinkona hennar hún mætir með hjásvæfu gerkvöldsins þetta var svolítið fyndið og er það einhver svona sem að geta orðið að reyla eða? Já, veistu hann var allavega mættur hérna þau skeluð, örgulega ekkert búin að fara að sofa útriðin á happy hour þetta er svolítið fyndið og ég hef lendið í þessu
Já, ég hef gert það líka. Þetta bara svolítið fyrir og hitta vinina allt í einu eitthvað. Já, það er mikið sko. Það er Ísland. En alveg svona, ógeðslega mikið in the moment að þeir eru búin að sofa í svona cirka 3 tíma og ég sé þetta alveg fyrir mig þegar það farið heim, stunda kynlíf, sopna smá, byrja stunda kynlíf aftur, sopna smá, þú veist. Þannig að þeir eru ekki sko, hann hefur ekki haft dómgrindina til þess að segja nei að þetta var eitthvað skrítið. Nei, þau voru bæði í einhverju annarlegu ástandi sko, þetta var stemming sko. Gekkja, fóruð aftur heim saman? Ég held að, svo voru allir hérna á þessu plani. Var hann sætur? Já, ég þekki sko, hann er mjög myndalegur maður. Í rockheiminum. Í rockheiminum? Já. Og er hún rockari? Já, hún hefur verið aðalega með tónlistamönnum sko. Ég held einugis. Og er hann tónlistamönnur? Ég held að það sé búin að einugis með... Það er típa. Það er alltaf sama típa sko. Hann er rockari. Já. Og... Lóa ekkert að mynda neitt herramann? Nei, hún er bara róleg. Já, flott, sko. Hún tók tíma vel og svo bara chill. Já, flott. Einn tjökk og einn chill. En svo sáttu þetta úti og voru allir þunnir. Og svo fyndið það svona hlera, svona þingu samtöl. Það er svo gaman. Þú veist að þau eru bara... Þau eru svo... Þú er svo vitlaus. Já. Og þarna var eitt byrjun að blikka Lóu, einhver skel þunnu gæi í kósibuxum eitthvað byrjun að blikka Lóu. Já, eitthvað við erum eins. Það er eitthvað þingu. Við erum á sama plani. Svo fyrir alltaf þund fólk að tala bara þessi já, heyrðu, þekkirðu Hannes, hann er geggjaður. Hefur þið tekið eftir þessu? Þetta er svona smá eins og sért á kókaini. Já, 100%. Og ég kom með ánæmi fyrir þessi gæi geggja, þessi gæli geggjuð og það er allir svona í geggjuð. Ég er ósammála, ég er þar. Og ef ég er þunnur, já. En ef þú ert ekki þunnur, þá ertu bara hvað rugglir í gangi. En sko, nú er ég mikill ég hata svolítið QR-kóðan. Já. En hann á heima útisvæðum. Sammála. Ég var á Monkeys, útisvæði þar, QR-kóði og Rafn hélt að ég myndi trillast að því ég hef verið teka trilling á þessu. Ég var það ekki þetta skipti. Mér fannst þetta bara flott. Það var rísasvæði, það var miljón manns. manns. Svo virkaði síminn minn ekki ándjós, það vildi ekki taka móti. Þannig að allt inn á Rapp fyrir að splæsa á fullin, það er geggja. Það er gott trikk. Fekk mér eina margaríti, frítt. Fekk mér einn bjór, frítt. Ég púlaði á deitkvöldinu með Melli, síminn minn dó, það er gott trikk. En sko, þetta er rísa útisvæði, það er ekki sjens... Mæli með, ef þú veist að þú setja að fara útisvæði, að þegar nú eru all útisvæður og Austurvelli byrjað að nota þetta, að þetta bara make a sense. Algjörlega. Ef þú veist þú ert að fara Austurvell, gleyma símanum heima. Já. Bara shit, ég er ekki með síman. Já, þetta er gott trikk. Milli fara á morgun, gera það aldrei. Nei, eða svona, ég byrjaði með takkasíma, það er ekki, ég get ekki bókað. Það er líka annað. En sko, risa útisvæði, það er ekki séns að þjóðin geti haldið utan um þetta, það er ekki séns að maður nenni að labba inn. Nei. Þetta verður líka svolítið tróðið. Það eru QR-kóði og þau fá lof fyrir flott útisvæði sem er alltaf verið þarna svo sem. En flottur QR-kóði og happy hour til klukkan 7. Þú getur verið í happy hour alveg upp að dinner. Wow. Og með QR-kóðan bara ding, bjóra 1000 skilur sem er því meður happy hour þetta en ég minna gamla Reykjavík, whatever. Ég ætla að henda einu lofi í viðbót, það er náttúrulega að sjálfsögðu nágrannabari minn verðandi Kársnesinu í Kópavogi Mostli. Já, hann fær nú alltaf já, hann fær alltaf lof en hann fær líka lof fyrir það að vera með besta happyrinu bænum. Já. Sem er frá reynda 4-7 sem er alltaf tíminn bara geggjaði tími, en alltaf 950 undir 1000. Já. Þetta er lof. Það finnst mér bara upp á 10. Og ég er búin að vera með það í 5 ár. Manstu þegar við vorum að slipa þetta, maður var 500 kall. Ég veit það. Those were the days. Ég náði að halda því til 2018 eða eitthvað. Við vorum með klinkaði bjór á príkinu sem var held ég 300 kall. Take me back. Það er sem kom með klinki á fengi túrli. Já. En kannski launin er búin að breytast. Smá örlítið mjög þensla. 10 kall kannski. En lokum þetta bara eldstöku fréttahotni. Já. Kaffi Tár var að hætta. Ég sá fréttin í gær. Theo Kaffi vann þarna. Já, löngum hún að vinna. Já, en var þú veist, einhver tímpúti var það tæft. Þess var það 50-50, þú veist. Já. En ég held að það væri löngum på að loka, sko. Já, það er allavega komið í gegn núna. Mér finnst það bara frábært. Já, vonandi fer þetta fólk að... Ég segi líka farið að gera eitthvað. Þú veist, af hverju er fólk að drekka einhvern kaffibólla Theo Kaffi fyrir 1100 kall? Ágríns. Theo Kaffi, nei, að Kaffihús og Svenni segir nei, sko. Kaffihús og Sven ætlar að ekki að láta sér þetta. Þú fyrir gamla Reykjavík, QR-kóði 1.000. Ég ætla að fá svona jafnmikla þráhyggju fyrir Theo Kaffi að fara ekki þangað og ég er með fyrir miðflokknum að kjósa hann ekki. Já, þetta helst í hendur. Já. Ég meina, þú getur fengið þá sko bjór á gamla Reykjavík á minni pening heldur einhver latte. Já. Segir sér sjálft. Algjörlega. Þráinn Freyr, góðvinur þáttarins, okkar maður, kokkur, Sumak, Óks, já. Og núna er að fara að gera nýtt. Já. Ná frá nýjan stað, vissir það? Er það í fréttinni? Já. Wow. Nýr veitingastæður bætist við Flóru veitingastæður í borginni næstu vikum þegar Sel opnar
fréttir sínar Laugavegi 28, þetta í þessu von þarna húsnæði, hlýna bónus og þetta verður svona, þú veist, Óks náttúrulega 20 rétta svona upplifun og svona, en þetta verður svona meira bara afslappaðara og ég hlakka ógeðslega til að kíkja af því ekki getur hann meira að fór svo langt ekki við tala um þetta væri svona hans stíl sem hann langar að vera elda í dag í svona afslöpu menn verða aðeins að slaka á þessu fine dine inn á milli þú þarft hann á púlsinu niður og það verður Systir Óks en léttari og meiri casual segir hann þannig að þetta flott frétt þráinn, eitt flottasti svo er hann bara svo gæjalegur hann er flottur, það er sem þetta þarf hann er eitt gæjalesi kokkur sem ég þekki það er nefnilega hann og hann er ekki fyrir náttúruvín og maturinn, nákvæmlega hann er ekki verið og maturinn verður sjálfkrafa betri þegar kokkurinn er nettur bara staðreind Gunni Kalli, halló akkurat þú sérð ekki meira svegg þótt að Gunni Kalli sé ekkert mikið að elda í dag á dilli, þú veist skilur, hann er ekkert mikið hann svona mætir á vaktina en þegar Gunni Kalli kemur í svona medium service þá allt henni kemur hann ég veit ekki, mögulega búin að fá sér 2 kannski, þú veist, á einhverjum happi einhvers þar svo lappar hann inn í eldhúsið tekur hann nýbúin að setja á sig svunduna tekur svona horfið í gegnum salin og er að binda svundunum leiðinni lefa fólki að sjá svona horfis, hann er komin og það er rosa mikið presens í þessu það er það gæjalegt, sko. Þú þarft að vera með einhver svona rosalega flotta útgeislun þú þarft að vera með svegg upp á 10 til þess að tóla að mynda þannig er líka allir bestu kokkar en loka frétt, þetta er náttúrulega kannski fyrir hlustendur okkar á Jólasvík sem ég veit að eru nokkrir ég veit að séu nokkrir á Jólasvík þannig að þetta er kannski hugsa fyrir það og nýr rekstar aðali tekur við Pakkusun í Jólasvík búm næst þegar ég leið fram í Jólasvík sem er lengst út á Snæfellsnesi ekki sennilega í leiðinni fyrir neitt þá kíkir það þá fyrir Pakkusin, nýr rekstar aðilar því að ég vil líka taka landsbyggðina ég hef aldrei komið til Ólasvíkur aður ég farið svona 20.000, já við og ég get ekki sagt að það sé eitthvað svona skemmtilegast í bærin en ef maður er góða vini þá verður bara staðurinn skemmtilegur þar sem vinurinn er það er bara staðrind að sjálfsög ég ætla líka að taka fram að Pizzistu 7 í Vestmannum er búið að vera svo lengi en er svona verið að ídekranlega það er verið aðeins að keyra þetta út ég íhugaði að kaupa þetta sko. og það er 67 milljónir þetta er alltaf að lækka þetta er líka íbúðir í leiðinni og hérna er þetta að vera með bar afiðin hann að húsið langafi, létt byggja þetta frumkvöld en þið vitið af þessu, guys, þið getur keypt 67 milljónir það er pizzastæði en ég hugsa þetta húsi á tæpasta þetta er gamalt með langafi létt byggja það er komið eitthvað sé á riðifals og pizza 67 var kannski ekki eitthvað mest að vera með einhverjar hvað heitir þetta, viðhald og svona þeir voru bara að gera pítsu og leggja hjarta sitt í þær pítsur bestu brauðstangir sem hún getur fundið er að pizza 7 Vestmannaeyjum geggjaða brauðstangir lof á brauðstangirnar á Sparró í 10-11 hjá Hlemmi lof á Sparró yfir höfuð vanmetið djöfull er þetta góða pítsur ertu ekki sammála ég er á vagnunum líka stóra sneið, pepperoni það verið sem getur vera hvern einasta föstudag sem ég er að rúnda á bílum sem eftir að vera í skoðunni á Brynborg þá fæ ég alltaf auðlýsingar, nú er föstudagur komdu við að Sparró og fá þið 2 og þetta eru 18 pítsur og ég er stundum næstum því að fara að taka uppi og bara, veistu, ég ætla bara að leiða það mér algjörlega, og koma heim á djaminu koma þarna við það er eitthvað tilbúð, 2000 kall og stór slæsa og brauðstöng þetta er bara geggjað þetta er geggjað sko bara sorry allir hinn í staðinni sem er eitthvað að þykjast sko sammála sorry allt Napoleonata pítsu bla 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 stundum það bara eina 18 tommu sem er ísköld, hitið upp og let's go það er svo gott ég ætla að fá mér í kvöld eftir vakt eina Sparró drekka svona 2 bjóra á vaktinni ég var að segja, bara að því að við erum örlítið á þessum vagni, ég fór með litla frændu daginn sem er orðin svona plötu fanatík vínilplötu en engungu, hann náttúrulega er einhverfur þannig að hann náttúrulega er engungu Gorillaz ég meina það er nú ekki eitthvað að margar plötur kannski en... það er 6 plötur þú veist hann er komið 5, hann er ein eftir gotta catch them all en ég er búin að fór með hann og keypti plötu hjá okkar allra bestu á Lucky Records og mér fannst ekkert alveg hæfa að sína honum eitthvað svona, hér var ég alltaf blindfullur að kaupa með pítsur í gamla í háspennu lífsætti og nei að kaupa pítsu í þarna Divitos sem ég versla, ég keypti bara seinast 18 tommu bara fyrir 4 dögum ég fór og fekk mér slæsöður geggjuð
Hún var ekki góð. Ég er sjokki. Sorry, og mikið hveiti. Sjokki. Og mikið, og þykk. Þetta verið einhver nýr, sko. Já, ég var alveg fyrir vonbrum og hann eitthvað horfði á mig eitthvað, really Svenni, það bara Dominos. Sko, ég keypti 18 tommu fyrir svona 4 dögum. Já. 10 sko. Já. Þetta verið einhver nýr. Já, örugglega, en þá hugsaði ég svona djöfull Sparrow miklu betra. Það fara líka svona þessi rísasneiðar og brauðstangirðar og eitthvað, en ég vil bara fá Sparrow á veitingastað. Ég væri alveg til að Neo pizza, fyrsta okkar menn í húrraveldinu að loka, Sindri og Kó að loka öllu steinléttara. Þar með húrraverslunni sem var nú alveg komin tíma og allt í góð. Ég fór daginn, mesta pet peeve í heiminum, stendur ekki verð á neinum fötum. Þólið ekki, en alveg. En það hvort þið verið að loka, eða búið að loka núna. Búið að loka. Búið að loka, já. En þeir eru með Neo þarna og ég sé ekki fram að þetta Neo sé að ganga vel. Þú veist hvað mér finnst það að þeir kalla þetta New York pizza. Ég veit að Danni minn, ég veit það. En pældi hvað verið næst að Sparrow myndi bara opna út upp á þarna. Geðvikt. Getur fengið sæti? Já. Ég myndi alveg fá mig pítsu og þarna væri date night sko. Ég bara date night með sjálfur mér og maganum. Já, bara eitt bjór, einn stórslega. Sko New York slæsa, ef hún ekki 18 tommu þá þetta ekki New York slæsa. Ég veit það. Það bara, þannig það. Já. En það eru reynda góðar. Já, það eru góðar. Það ekki það. Annað sem að ég get tekið fram, ég veit það ekki. Ég verð að segja, ég fór til Chicago daginn. Ég var reyndar í svona vinnu 2 nótta stoppi, en ég fór eitt bar og drakk rónundi borðið. Þetta alvöru. Já. Áttan séns? Nei. Og þá varst að tala sko hraðalega séð. Þetta bæði hraðalega séð og líka bara í magni. Geggja. Því þarna kom hann með 1.5-faldan. Já, þú veist, þetta var 29 ára gamall maður sem lít út fyrir að vera 55 ára. Með heimili kannski? Eða þannig átti kannski heim einhvers staðar? Hann sagan hans hann er 29 ára gamall. Okay. Lítur út fyrir að vera 55 ára. Já, hann er tannlaus. Það hjálpar ekki. Hann kemur frá Ohio. Þetta er ná að hjálpa samt drikkjunni, en ja. Og þú sér það alveg, við fórum út í Síkó saman, sko. Hann kemur, og líka þarna var ein flugfreyja sem er góð vinkona þáttanins, ég ætla ekki að nefna nafn, en hún var með þarna líka og hún er svona típa sem nær öllu út úr einhverjum. Já. Og hún nær bara þessu út úr einhverjum. 29 ára gamall, frá Ohio, hann er tannlaus, búin að vera í fangelsi, allt og lengi, hann á barnabarn. Já. Hann var eignast barn 14 ára. Þetta er svo erfitt. Ég veit það. Þetta er svo bara please. Og hann er að vinna og hann fekk tækifæri núna fyrir Ohio mælu við með smoknum. Þarna fara syndasmokkurinn ekstra þykkur. Extra safe. En þarna, já, og hann sem kemur frá Ohio, búin að vera fangið svo lengi og svo var einhver gæi sem var vinnur, sem er sett yfirmarans þarna sem var með. Þeir vinna við, og ég held þetta er skemmtileg vinna, þú ert tannlaus frá Ohio og orðin afi 29 ára gamall. Þeir eru að vinna í svona flytningaþjónustu. Þeir flytja fyrir fólk, þannig þeir keyra bara milli borga. Já, ef fólk er að flytja milli borga með þessu. Já. Svo bara keyra þeir fyrir það og flytja. Og bara beint á djamið. Já, ég meina, þetta er bara svona strákar sem eru bara, þú veist, þetta er sirkus bara. Geðveikt. Það er svona karnival, svona feelingur, sko. Mér það sjarmir að því, sko. Ég var alveg til í það. En því ég drakk hann út í borðið og það var svona gaman. Og þá bæði magni og hraða. Þú sendir mér vídeo og drikkjukeppninni. Hvað ert það að liggi? 3-4 sekúndur með hálfs lítra? Ég metið á prikinu 3,7 sekúndur með 0,5. Það er bara, og ég ætla að segja hér og nú 2, 3, búið. Og meiri þess að máttu til að hraðar. Það hefur örugglega hægst á með aldrinum, en við sjáum hvað setur. Þú náttúrulega bara ert að vera betur og betri með aldrinum. Já. Það verður á einhverjum tímapunkti, ég ætla að lofa því hér og nú, það verður keppni á einhverjum stað. Það er sem að syndarselakeppni í bjórdrykkju hraða. Já. Það verður vegleg verðlaun. Já, ég ætla að dæmi þeirri keppni. Já, þú ert of góður. Já. Veist, og já, þetta getur verið svolítið skemmtilegt. Kannski tekið eitt svona sýningar. Þú setur tóninn. Já. Þú ert svona skemmtiatriði í hlénu. Einmitt. Já. Nú ætla ég að sýna ykkur bóðs hvernig það var að gera þetta. Hálfleikur. Og þú kemur með. Já, við gerum þetta og þetta verður mögulega á nýjum stað. Þetta verður sennilega á nýjum stað. Já, sem við ætlum að segja betur frá í næstu viku ándjós. Já, fylgist með. Það eru sláandi, flottar, skemmtilega fréttir. Fylgist með. Vá, hvað ég laka til. Danni minn, það var gott að sé þig.